Þá komið að aprílleiðsögn fyrir Steinget. Þetta er opinn lestur og á við fyrir suma en alls ekki alla, svo takið til sín sem eigi. Ef þú tengir engan veginn við lesturinn fyrir sólarmerkið þitt, það er að segja merki sem er tengt fæðingadeginu þínum, þá getur alltaf athuga önnur merki úr stjörnukortinu þínu og þá er hvað eina helst að nefna rísandamerkið þitt eða tunglmerkið þitt. En við skulum dempa okkur í lesturinn og byrjum á því að athuga hvaða merki, hvaða Steinget ég er að tala við. Og við fáum uppákomur, áskoranir, aðstæður, hvað er leiðinni til þessara Steingetar, hvað er framöndan. Og við fáum leiðsögn. Og við sjáum hvaða áhrif þetta hefur á framtíðina. Ok. Kæra Steinget, þú ert búið að vera á mjög áhugaverðri vegferð síðustu misseri og komið mjög langar leið og sérstaklega hvað kemur að tilfinningu þínum og að mér finnst í því að svona leyfa þér að upplifa og sitja með tilfinningu þínum, ekki að bara pakka um hann í kassa og setja upp í skáp. Því að í fortíðinni þá hefur líf þitt svolítið litast af því að þú hefur svona svolítið bara pakkað tilfinningu þínum saman og sett til hliðar. En mér finnst þess að síðustu misseri að þú hafi verið svolítið svona að venja þig á að æfa því að upplifa tilfinningarnar og svona virkilega leyfa að finna þér og það sé svolítið vegferðin sem þú ert búið að vera á bara til þess að heila og efla og bæta líf þitt og auka lífsgæði þín. Þegar í dag er þokkalegt jafnvægi á þér og þú ert svona að feta þennan veg. Þú ert að læra að búa með tilfinningu þínum og ekki ýta þeim til hliðar. Þú ert að læra að svona slaka og gefa eftir í allar þessar tilfinningar og ekki reyna að stjórna þeim. Og sérstaklega hvað vera tilfinningar þínar gagnvart öðrum. Þú veist, og hvernig samskipti geta haft áhrif. Þú veist, ef við erum í samskiptum og það kannski verið einhverjar kveikjur og oft áður hefðu við kannski jafnvel dottið í meðvirkni eða ekki geta tjáð okkur, farið í að hilma yfir raunverulega tilfinningar okkar bara því að þannig voru viðbrögðin sem að við einhvern veginn réðum ekki við, bara af uppeldi eða samfélagslegri þróun. En við finnst eins og að í dag þá sértu, þú ert að læra þetta, þú ert að feta þennan veg, að vera með tilfinningunum, vera einlægt í tilfinningunum, gefa eftir í þær, þú veist, án þess að endilega láta þær stjórna þér, en þannig að þú ert meðvitað hvaða áhrif tilfinningu þín að hafa á þig dagstaglega og sérstaklega þá í samböndum og samskiptum. Mér finnst þú vera svona, þú ert mjög meðvitað sjálft þig núna. Og mjög meðvitað, þetta er svona, þú ert mjög vakandi þegar að
þú finnur tilfinningarna þín að koma upp á yfirborðið og þú finnur hvaða viðbragð í líkamanum þínum og í hegðunum þinni. Þannig að mér finnst þú ert í svona, í rauninni ert að gera svolítið mikið það sem að hugræn atferlismeðferð gengur út á og þú ert að gera það alveg rosalega vel. Veistu, ég meina auðvitað koma dagar þar sem að þetta gengur misvel en mér finnst þú vera að standa þig vel, bara mjög vel og bara þetta dásamlega verkfæri sem þú ert á og ég bara til hamingju með að vera komið á þennan stað og sérstaklega hvað varðar samskipti og sambönd og það er yfirleitt snúnasti parturinn í þessu. Það sem eru leiðinni til þín, skemmtilegt, áhugavert, að því að þú ert alltaf að vakna meira og meira svona til meðvitundur sjálft þig og þína eigin viðbrögð og sérstaklega svona tilfinningilega viðbrögð sem að eiga sér stað hjá þér, að þá áttu auðveldara með að sjá líka munsturinn hjá öðrum í kringum þig og þú sérstaklega sko hvað fólk stundum getur rauninu verið sko án þess að ætla það, að þá eru svo margir sem að eru svolítið markalausir og átta sig ekki á hvað eðlileg mörk eru og þannig er ég nú bara að tala þetta svona hversdagslega, bara almenn samskipti, samfélagið okkar, við erum bara svo mörg alin upp í ofboðslega meðvirku samfélagi að það þykir normal, en mér finnst þú vera að kveikja á perunni hvað er margt skrítið og þú ert að æfa þig í því að taka ekki þátt í meðvirkninni sem mér finnst það mjög óþægilegt en þú ert að spotta svona munstrin í kringum þig og þú ert að standa alveg rosalega þétt og sterkt með sjálfu þér og ert að setja ofboðslega skýr mörk. Það er svolítið það sem er á leiðina til þín og mér finnst það alveg frábært að sjá það. Leiðsögnin þín er að endilega haltu áfram að horfa á hlutina frá svona opnu sjónarhorni og vertu svona opið. Það að horfa svolítið með þessar yfirsýn, svolítið svona sjónarhorn arnarins, að þú sérð yfir allt, þú græðir rosalega á því, hins vegar ekki vera að afmarka sjálft þig of mikið. Ekki hafa hlutina og svarthvíta, mundu, þú veist, eftir allavega þeir eru mildi og sveigjanleika í því að það eru ekki, þó að það séu rosalega margir sem að eru að glíma við meðverkni án þess að gera sig grein fyrir því og í rauninni ætlast til þess að aðrir séu nett meðverkir með sér án þess að gera sig grein fyrir því. Við þurfum að minna okkur á líka að í þessari menningu að það eru ekki allir að gera þetta viljandi, það eru fæstir sem gera þetta viljandi og jú, við þurfum að læra að spotta hverjir eru að reyna að stýra öðrum og fá aðra til að vera meðvirka með sér viljandi. Þannig að ekki afmarka þig svo stíft af, þetta er ekki svo svarthvítt að allir sem eru með óraunhæfa kröfur og eiga erfitt með að skilja þessi nýju mörk sem þú ert að setja. Það eru ekki allir sem eru endilega að reyna að ganga á þig og vilja þér eitthvað illt, heldur þetta samfélagslega lærð hegðun og þau vita ekki betur. Þannig að það er ekki það að þú þurfum að kötta þetta fólk bara út úr lífinu og það sé bara, jaðra við að vera ofbeldisfullt að það skilur ekki. Það er þú sem ert að brjóta þig út úr munstrinu. Þau eru ennþá föst þar og sjá ekki betur. En hins vegar þetta með að setja skýrari og heilbrigðari mörk og standa með þeim á bara mjög kurteisan og mjúkan hátt, það kennir þeim líka. Þannig að þú gerir rauninni meira gott með því að mæta þeim með skilningi og vera bara með mjúka fallega framkomu. Þannig að ekki dæma svo hart alla sem eru ekki búnir að opna augun sín gagnvart þessu máli eins og þú. Hvað varðar samfélagslega meðvirkni sérstaklega. Af því það er alveg rosalegt.
og fólk gerir sér ekki grein fyrir í rauninni hvað það er mikið sjúklegri hegðun sem að bara virkilega það samfélagslega samþykkt að þetta þykir sem bara norm, það sé bara eðlileg heilbrigð hegðun þegar það það ekki. Og í rauninni það besta sem við gerum til þess að í rauninni að koma samfélaginu sem slíku í nýjan vana að vera fordæmið sjálf. Það sem framundan að það mikill vöxtur hjá þér. Þú gerir það rosalega gott og það að vera í þessari áframhaldandi þróun, það að færa þér rosalega góða hluti líka bara varðandi heimilið þitt og fjárhag og svoleiðis, að þú ert farið að setja sjálfu þér líka skýrari mörk, þannig og það skila sér svona heim og það brúar ákveðin bil fyrir þig og það einhvern veginn færi þig nær ástríðum þínum þar að auki. Og einhvern veginn það svona pínu eins og þetta þessi pakki sem þú ert að ganga gegnum hér, þessi sjálfsþekking sem þú ert að öðlast, að það í rauninni skilir sér líka á þann hátt að þú farir að vinna betur með sjálft þig og fyrir sjálft þig og í rauninni vinnur fyrir sjálft þig á þann hátt að þú brúar bilið sem þarf að brúa svo þú getur farið á eftir ástríðum og löngunum og draumum sem frábært og við skulum fá hérna aðeins auka innsýn hér inn. Ok. Í grunninn þá bara raunverulega eins og þú sért að taka miklu meiri ábyrgð á sjálfur þér, eins og þú hafi uppgötvað þetta með sjálfsábyrgðina að það enginn sem velur fyrir þig nema þú og þú ert að vinna svolítið í sjálfur út frá því og það að skila sér í rosalega mikilli valdeflingu og miklu skilningi á umheiminum, þessari nýju þekkingu þinni og nýju mörkum og allt þetta sem þú ert að vinna með sjálft þig núna, því verður ögrað en hins vegar þá kemur svo ögrum með þeir skilaboðana ekki gefast upp, haltu áfram. Við þurfum þessa ögrum til að muna af hverju við erum að vinna í þessu til að byrja með. Ekki missa móðinn þó að þú upplifir ögrun og stundum fara hlutirnir ekki eins vel og þú vildir. Ekki missa móðinn, haltu áfram. Af því að þetta kemur heim og saman svo fallega. Þó að þetta verði erfitt á köflum og þetta verður erfitt á köflum. Þetta mjög mikil vinna sem þú ert að sinna hérna með sjálft þig. Það verður að sjálfsögðu erfitt á köflum. En það skila sér í svo miklu einlægari, heiðarlegri samskiptum og samböndum þar sem að hlutinir bara upp á yfirborðinu og það ekki verið að spila einhverja leiki, það rauninni verið að skóla í burtu afsakið kjaftaðinu og þetta einfalda lífið svo mikið og gerir það svo miklu þægilegra og sambönd og samskipti verða svo miklu fallegri fyrir vikið. Þannig að ekki missa móðinn að haltu áfram. Þetta ofboðslega mikilvægt sem þú ert að gera fyrir sjálft þig. Það dásamlegt. Ég fá bara stutt skilaboð þannig rétt í lokin úr White Light orkulstokkinum. Það svona stutt skilaboð rétt í lokin.
Það hér Bath Kol. Bath Kol. Settu flóknar útskýringar til hliðar af því að það sem þú ert að sækjast eftir eru raun einfaldleiki og hinn dýpsti sannleiki beint frá hjartanum. Sýndu mildi en vertu samt mjög skýrt og ákveðið við það að ýta til hliðar því sem að þú finnur ekki lengur samhljómið og því sem að þú upplifir ekki lengur einlægt gagnvart þínu eigin hjarta. Settu athygli þína og talaðu frá hærra sjónarmiði. Öllum bænum verður svarað á réttum tíma og á réttan hátt. Þú hefur mikilvæga rödd sem getur kallað fram heilun og visku fyrir okkar plánetu og fyrir okkar mannkyn. Í rauninni þá þetta, eins og ég var að segja, þetta snýst að einfalda svolítið líf sitt og að lifa bara í einlægni og sérstaklega þetta með því að vera mjög ákveðin en mjúkur og mildur á sama tíma þegar við erum að ýta í burtu því sem að við finnum að samsvara ekki lengur okkur sjálfum. Og við erum fordæmið. Við þurfum að sýna fordæmi og vera fyrirmyndir í því að vera einlæg, í því að vera ekki óskýr í samskiptum, að taka ekki þátt í meðvirkni samfélagsins og setja mjög skýr, heilbrigð mörk og tjá okkur skýrt. Það er ofboðslega mikilvægt og það er svo heilandi að skapa umhverfi því að leið og við byrjum að tjá okkur sjálf einlægt og heiðarlega þá gefum við öðrum rými til að gera slíkt það sama og vonin er svo að þá fari boltinn að rúlla og það verði að sá boðskapur dreifist að allir megi tjá sig einlægt og bara hjartnæmt. Þannig að já, ekki hætta því sem þú ert að gera. Þú ert að gera mjög góða hluti og haltu því áfram. En þá ætlum ég að segja að þessari leiðsögn lokið. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina. Ég vona skilaboðin til sönnur til þeirra sem þurfa á þeim halda. Já, ok. Ég veit ekki af hverju tók hitt spilið burtu en það var hérna annað undir, þannig að ég ætla að taka það bara með líka af því að ég gerði hlutina einhvern veginn öðru sem ég var að gera. Það er hér Dagini of Infinite Light, leitið og þér munu finna. Findu kennarana og leksjónar sem að þú upplifir í hjartaðinu séu sannar, en mundu að það er innri sannleikurinn þinn sem mun endalokum frelsa þig. Þannig að það er alltaf þessi viska innra með þér. Þannig að bara eins og mér finnst gott að segja, ekki trúa því sem ég segi bara því ég segi það. Trúðu því að þú finnur það í hjartaðinu að það er satt. Ekki gefa valdið þitt í burtu en treystu á æðri leiðsögn og visku og treystu að það er til staðar í lífiðinu og leiti þig áfram. Biðdu aðstoð frá upplýstum andlegum verum í hverju sem er. Biðdu þessa aðstoð og að þú færð aðstoð. Trúðu því einlægt að öll vandamál séu leysanleg og að það eru fleiri, það er verið að opna inn á fleiri og að nýjar lífsreynslur fyrir þig til þess að upplifa. Þannig já, þetta greinilega vildi fá bætast við.
En þá vona ég að skilaboðin rati sönn og rétt til þeirra sem þurfa að halda og koma á gagni. Og ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina.